take you just the way you are. Sjálfstæðisflokkurinn hefur breyst vegna þess að á stríðstímum þegar þú ert að endurskapa, þegar þú ert í mikilli baráttu, þegar er mikill ágreiningur uppi, þegar miklar hræringar eru í þjóðfélaginu, þá þarftu Winston Churchill og Davíð Oddsson. Má ég aðeins útskýra með barnauppeldi? Sko, besta leiðin til að ana börnin upp er að vera í senn harður og mjúkur. Harður í því að degra þig ekki, en mjúkur í því að sinna þeim og vera örlátur við það þegar það á við. There's a new man in town, and he's not putting down. En á miklum friðstímum, þegar ekki mikill ágreiningur, þá getur verið að maður eins og Geir Haarde sé heppilegri. Og Geir Haarde einhvern veginn maður sem samhljóma tíðarandanum. Hann er mildur og mjúkur, hann sanngjarn og sáttfús, hann landsföðulegur og hann maðurinn sem á við núna. En ég ætla þó að segja eitt sem að vísa fyrir mína hönd, en ég held að ég tali það líka verið hönd Davíðs Oddssonar, einmá. Það yrði okkur alveg sérstakt fagnaðarefni ef hann Geir Haarde stígur út úr skugga Davíðs eins og hann að gera og verður stór stjórnmálamaður af sjálfum sér. Verður ekki bara í sögunni þekktur sem eftirmaður Davíðs Oddssonar, heldur líka sem sjálfstæður, sterkur einstaklingur. Þannig að ég á það ósk heitasta að Geir Haarde verði jafn vel heppnaður stjórnmálamaður af Davíð Oddssonar. Og sjálfstæðismenn eru mjög foringjahollir og það dálítill munur kannski ef maður tekur þetta svona sjálfstæðisflokkin annars vegar og vinstriflokkana hins vegar, þá í sjálfstæðisflokknum eiginlega fólk sem hugsar ekkert mikið pólitík og frekar ópólitískt. Það hljómar dálítið einkennilega kannski, og já, kannski ekki að segja það svona, en til einföldar má segja að sjálfstæðismenn eru menn sem vilja græða á daginn og grilla á kvöldin. Vinstrimenn eru menn sem halda með masi og fundahöldum og sko ljóðalestri, þá sé hægt að leysa einhverju lífsgátur. Þannig að vinstri menn eru miklu pólitískari heldur en hægri menn, þess vegna eru þeir ekki eins foringjahollir. Hægri mennirnir, þeir eru bara að reka sín fyrirtæki, þeir vilja leggja á brattan, þeir vilja bæta kjör sín og sinna, þannig að þeim finnst gott að hafa mann sem að sér pólitíkina fyrir þá, og Davíð var slíkur maður. Við höfum verið að reyna að gera síðustu daga, Geir Haarde, Ingibjörg Sólrún, Davíð Oddsson, yfirvöld á Íslandi, íslensku bankarnir sem að reyna að útskýra fyrir útlendingunum að hér fjármagn á bakvið lántökurnar. Íslenska ríkið skuldlaust. Íslenska ríkið skuldlaust. Já, hann náttúrulega vinstrimaður og vinstrimenn, þeir vilja veikar varnir og háa skatta. Hægri menn vilja traustar varnir og lága skatta. Góða nótt minn litli ljúfur, mitt ljósið bjarta, líf mitt hefur aðlast tilgang með þér. Þú átt sömu þrána í þínu hjarta.